hörkuleik. Nú ég ennþá að jafna mig hérna eftir síðasta leik. Við vorum hérna í þvílíkri veislu hérna án í ungmennaflokki karla sem að Tindastóll bar sigurorð af Grindavík með 3 stigum hér í framlengdu leik. Veisla, mæli með fyrir þá sem ekki náðu þeim leik að kíkja á hann. Hann er kominn inn á YouTube, inn á KIF TV, rásina okkar. Nú, með mér í þessari útsendingu er að sjálfsögðu tæknimaðurinn Geðugi Einar Þór Björgvinsson sem að fjárstýrir þessari útsendingu úr Munaðarnesi í bústað, þvílíkur kóngur, þarf ekki einu svona að vera á staðnum. Á myndavélinni með mér hérna í dag eru 2 ungir drengir, Týr Kristjánsson og Hinrik Sveinsson í feiknastuði. Mér á hægri hönd, sérlegur ráðgjafi Arnór Daði Jónsson, þjálfari hér á Keflavík, ætlar að hvísla mér mólum hérna, hægri vinstri, svo hún er með einu með lagið. Nú, þegar þessi lið mættust í vetur, sigraði Stjarnan fyrsta leikinn með 1 stigi í september. Þeir mættust aftur í nóvember, þar sem að Stjarnan sigraði 92-86. Þeir mættust svo í 3. skipti í mars, þar sem að Stjarnan hafði 20 stiga sigur. Nú, Stjörnumenn mættu Haugum í undanúrslitum nú í lok apríl og unnu öruggan 24 stiga sigur gegn Haugum. Til þess að tryggja sig hér í úrslitaleikinn þá má kannski nefna það að Stjörnumenn urðu bikarmeistarar. Þeir lögðu svo landið til fót og fóru og pökkuðu saman Scania Cup og freistaðist nú að bæta enn einum titlinum í safnið. En Blikar staðránir í því að koma í veg fyrir það. Nú í þessum liðum eru þó nokkrir strákar sem eru komnir í loka hópa yngri landsliðana í U16 og reiknum við því með töluverðum gæðum hérna í þessum leik. Margir gæða leikmenn. Nú Blikarnir, þeir unnu í undanúrslitunum við Stjörnuna B. Gjörsigruðu þá 109-62. Stjarnan með 2 lið í efstu deild í þessum flokki. Virkilega gott starf sem er að vinna í Garðabænum. Verið að keppa fjölmarga titla. Blikarnir og verið mjög atkvæðamiklir í yngri flokkunum líka. Nú, við rennum aðeins yfir liðin hérna. Byrjum á liði Stjörnuna. Númer 3 er Hugleiður Heiðar Davíðsson. Númer 5 Benedikt Björgvinsson, númer 5 ásakið. Hann var Íslandsmeistari í gær með 11. flokki. Númer 11 Atli Hrafn Hjartarson, númer 13 Þórir Einarsson, númer 19 Bjarki Steinar Gunnþórsson, númer 21 Björn Skúli Birnisson, númer 77 Haukur Steinn Pétursson, 88 Ragnar Páll Pálsson og númer 99 Sölvi Kaldal Birgisson. Lið Breiðabliks númer 0 Jökull Ótti Þorsteinsson og númer 5 Dagur Kort Ólafsson, númer 10 Alexander Jan Hrafnsson, númer 12 Logi Guðmundsson, númer 13 Hjalti Hrafn Pétursson, númer 14 Marino Dagsson, númer 29 Mattías Örn Þórólfsson. Og númer 75 Orri Guðmundsson og 91 Steingrímur Ragnarsson. Nú þjálfari Stjörnunar, gleymdum að fara því, er Snorri Arnaldsson og þjálfari Breiðabliks Ívar Ásgrímsson, honum til aðstofar Ingimar Ólafsson. Ég segi bara góða skemmtun. Góða skemmtun. Nú, ég sé hvað átt að gera innan minn og ég skal bara laga þetta fyrir þig. Ég sé það hérna, hvað átt að gera og ég skal sjáum að hérna laga þessa stigatöflu hérna. Nei, ég er í tónu helviti stjóni hérna. Svona, Einar, þú getur tekið við þessu. Jæja, það er allt í reiðu. Byrjunarliðin hérna hjá liði Stjörnunar. Það er Haukur, Bjarki,
og Atli, Björn Skúli og Guðlaugur hjá Breiðablik þetta ekki alveg samræmi með búningana. Þetta Jökull, þetta Orri, þetta Logi. Marino sem hér með 14 með fyrsta skotið, gengur ekki. Síðasti í byrjunarliði Breiðabliks leikmaður númer 10, Alexander. Þetta komið að stað. Þetta Björn Skúli. Þetta Alexander, erfitt skot, gengur ekki. Blikarnir með boltan. Geggja skrín hjá Marino hana. Alexander á Marino, Marino sækir á vinstri inn að komast inn tein, Björn Skúli kemst inn að bolta. Þá keyra stjörnumenn, Björn Skúli. Þetta kemur hann á Guðlaugur, fer í erfitt skot, klárar á spjaldinu, sterkur strákur. Óbóðslega mikill skrokkur, Guðlaugur. Kom Breiðablik, Jökull Lotti. Sækir á Guðlaug, kemur með hendur á Marino. Logi, sækir að körfinni, þeir þétta teginn, boltinn út. Smá reikistjarna 8 á skóklukku, Jökull, sækir á Haukur gerir vel að trufla þetta. Og Björn Skúli með frákastið. Stjarnan nýtir boltanum upp. Frábær hreyfing og villa, virkilega vel gert þarna hjá Atla. Skemmtilegt spin move hérna með frá endalínunni. Sækir snertinguna og velunaður með 2 vítaskotum. Fyrra skotið niður. Skýrar seinna vítinu líka niður, 4-0 Stjarnan. Kemur Logi á fullri ferð á Björn Skúla sem gerir vel að komast fyrir þetta. Hann nær þó í sín eigin frákast þarna eftir þetta. Mikil barátta, Logi. Setur fyrstu stig. Blikana að miklu harðfylgi. Stjarnan lagast aðeins og Björn Skúli kíkir á skotið, hætti við. Orri gerir vel að neita Guðlaug boltan. Kemur Bjarki. Í smá vesinni, ætlaði sér of mikið, tapar boltanum. Logi fær hann hérna og nær ekki að klára. Mikil baráttum frákastið, uppkast, geggja. Logi hérna, alltaf mikil hérna undir körfunni að hrifsa boltan. Mikil baráttu hamur hérna. Þetta Stjörnubolti. Smá taugatitringur í báðum, eðlilega. Íslandsmeistaratitlinn undir. Guðlaugur. Logi til varnar, hann tekur crossover og sækir inn, þeir þétta teginn, hann er ekki að klára. Atli duglegur í frákastinu, snýsir við, finnur svo... Góð hugmynd þarna, ætla að reyna að finna Bjarka þarna, Bjarki frábær skytta. En smá misskilningur þarna. Kemur Jökull, Guðlaugur til varnar. Jökull, krossar hann, kemur svo Marino hérna í horninu. Þetta er stutt. Stjörnumenn komið með frákastið, Guðlaugur, ítir boltanum upp, Atli, horfir, sér Bjarka í þristinn, hikar hvergi, lætur vaða, aftan á hringinn og Jökull með frákastið. Marino. Alexander, nei, of langur, opinn var hann þó. Sjálfsagt að taka það. Kemur Björn Skúli með boltan upp fyrir Stjörnuna. Ofboðslega leikinn, flottur leikmaður, frábær sending á Atla sem klárar, geggja kött. Björn Skúli skilar þessu beint í hendurnar á honum, auðvelt layup. Og hér sækir Logi á Bjarka, Bjarki gerir vel að halda hann yfir fram að sig. Orri lætur hann fljóta á Marino sem að hóta til vinstri, fer svo bara hægri og klárar. Geggjur hreyfing.
6-4. Laugi sækir á Orra. Finnur svo bara Hauk hérna í döngetnum og hann skilar þessu heim. Frábær byrjun á þessum leik. Orri gegn Hauki. Fristar að sækja á hann. Bjarki lokar leiðinni. Logi á Bjarka. Jökull biður hann, með Björn Skúla til varnar, smá stærðarmunur. Finnur Alexander í annan þrist hérna á vinstri vangnum. Dansar upp úr og Björn Skúli með frákastið. Vippar hann með yfir á hægri kantinn og Loga. Nei, á Lauga, segi ég, Guðlaug. Atli sækir á Marino með frá endalínunni. Flengur hann á mót, langur þristur frá Björn Skúla. Ekkert nema net. 11-4. Logi gegn Bjarka. Já, Alexander niður á Orra. Sterkur á blokkinni. Kemur geggja köttur á Jökli og hann klárar þetta. Vel gert í Orra að sjá þetta. Og tvítekkar þarna og Jökull spottaði það, las þetta vel. Björn Skúli og Alexander dregur hann tilbaka. Þristur, bingo! Björn Skúli, hann mættur. 2 þristar hérna alveg í byrjun. Frákust og stóðsendingar með því. Jökull. Orri. Gegn Guðlaugi. Já, kemst ekki langt. Frábær vörn hjá Lauga. Marino hótar skotinu. Tekur snúningin inn í teginn. Er ekki að klára. Tekur sitt eigið frákast. Kikkar hann út á Alexander í þristinn. Nei. En Orri. Grimmastur og hér kemst Björn Skúli, nei fyrirgefðu Atli inn í boltan, 1-1 á móti Loga sem brýtur af sér og fyrir skiltinn, það er alltaf gaman. Til þess eru skiltinn. 14-6 og Blikar taka leikhlé. Stjörnumenn koma hérna inn í þennan leik af miklu harðfylgi. Guns blazing. Það held ég nú. 14-6 þegar að fyrsti leikluti er hálfnaður. Blikarnir vilja tala þetta eins yfir hérna og með þéttara hérna og þétta vörnin að Stjarnan vill sækja hratt í transition og eru með lið í það, engin spurning. Blikarnir eru líka loaded af mjög flinkum leikmönnum.
Hér hérna Logi orðið fyrir hnjaski. Hefur lent eitthvað illa. Vonum þetta sé ekki alvarlegt. Blikarnir þurfa svo sannarlega á Loga að halda. Virðist vera ökkli. Afsakið þetta smá tækni vandamál hjá okkur hérna með stigatöfluna. Við erum að reyna að vinna í því. Ég skal vera duglegur að minna á stöðuna á meðan. Við greiðum með þessu. Ná vonandi að laga þetta í hálfleik eða milli leikluta. Staðan er 22-10 fyrir Stjörnunni. 1:37 eftir. Kemur hérna þreföld skipting hjá Stjörnunni. Haukur, Bjarki og Atli koma inn á og leysa Björn Skúla, Guðlaug og Þóri af. Blikar eða boltan. Orri biður hann, fær hann, sækir svo körfunni fyrir allarlegur. Nær ekki að klára. Óvöpinn. Koma Stjörnumenn. Atli. Lítur upp. Finnur hornið, finnur Sölva í þristinum. Dettur ekki. Hjalti með frákastið, þau komast inn í þetta. Atli stelur þessu. Og villa svo dæmt hérna. Villa svo dæmt á Alexander. Sjálfsögðu allir með skoðanir í stúkunni á dómgæslunni. Sumir sáttir, sumir ekki. Gerum aldrei öllum til gæðis en áfram heldur leikurinn. Það er Benedikt. Fyrir í handofi, fær hann aftur, sækir svo hérna með fram endalínunni. Reynir að fara í rífarslegabið. Þetta er bara varið og Blikarnir með boltan. Koma þeir í transition. Mattias. Á Dag. Dagur fær hann aftur, nær að grípa þetta, heldur þessu lífi. Orri út og Alexander í þristinn. Aftan á hringinn, þeir ná sín eigin ná frákastinu. Reyna að sækja í teginn. Alexander. Og þetta er stólið, Atli með hendurnar alls staðar þarna, vinnur þetta. Kemur Sölvi fyrir Stjörnuna. Vinnur Atla. Atli reynir að sækja Orra, kikkar honum út á Hauk í þristinn. Haukur, dettur ekki. Og Blikarnir eiga þennan bolta. 22-10, 28 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Blikarnir í vesina koma honum inn og Stjarnan stelur þessu bara. Sölvi, hornið á Benedikt. Benedikt hótar árásinni og tekur hann og svo. Frábærlega gert hjá Benedikt þarna. Það er að feika þá þarna. Þeir hoppuðu báðir og fer svo sækir kontaktinn og fær 2 vítaskot. 22-10. Þegar að 19,5 sekúndur eru eftir af þessum fyrsta leikluta. Við munum reyna að laga hérna seinni myndavélina okkar til að setja sýnt ykkur stöðun og tíman jafnóðum á milli leikluta. Benedikt. Setur það ekki. Kemur. Hér er eitthvað smá reikistefna. Þarf að já, skipting. Já, það er einhver skurður hérna á Benedikt og Guðlaugur kemur og skiptir við hann. Læðir þetta konunum. 14-15 sekúndur eftir. Hjalti, reynir að sækja með frá endalínunni. Finnur Dag sem að finnur Mattias. Mattias á Orra. Orri reynir að sækja á Hauk. Þeir svo í erfitt skot og sækir villuna.
Stjörnuvörnin þétt. Erfitt að skapa sér auðvelt skot hérna fyrir Blikana í fyrsta leikluta. 23-10, 23-11 núna. 23-11 fyrir Stjörnunni. Orri með seinna vítir. Það er stutt, tekur sitt eigið frákast, fær skotið út í horni, gengur ekki. Fyrsti leikluta er lokið, 23-11. Já. Það held ég. Smá reikistarna hérna á ritaraborðinu. Dómararnir að ráða ráðum sínum. Við erum reyna hér að laga síðan í myndavélun okkar. Það sýnt ykkur hérna stigaskorið, tíman leið. Við erum aðeins að multitaska. Þetta skilir sér allt saman ágætlega heim í stofu. Hvar svo sem allir eru staddir. Ekki ætla að hafast hjá okkur með tíman. Snúra hérna sem að er niður, verðist vera ónýtt hjá okkur. Sjáum hvað getur gert í hálfleik. Í millitíðinni mun ég vera duglegur að sýna ykkur og segja ykkur hvað staðan er. Við erum að finna út úr þessu í hálfleik. Blikarnir sem sækja. Orri, gegn Bjarka. Finnur Jökul. Jökul sækir til vinstri inn í teigið. Þeir þétta teiginn og þá fáum við hérna galopið skot í horninu. Það er hátt og það er stutt. Það er Ragnar sem kemur inn með frákastið. Guðlaugur sér Hauk hérna. Svo sterkur Haukur. En gert. Klárar þetta. Kemur þessu upp í 14 stig. 25-11. Hér í blábyrjun. Annars leikluta. Orri. Dag. Og þeir stela þessu. Það var Atli sem freistar þess að sækja. Nei, hætti við. Ragnar. Kemur honum á Atla sem sækir allar á hringinn. Er ekki að klára. Orri með frákastið. Blikarnir láta boltan vaðböllin. Mattias. Á Dag sem fær þristinn. Hann er skakkur. Jökull með frákastið. Finnur Mattias. Auðvelt layup. 25-13. Kemur Guðlaugur. Orra. Kemur Bjarki hérna upp. Fær hann. Sækir til hægri allarleginn teiginn. Fer hérna í smá krúsidúlur. Nær ekki að setja það. Atli duglegur. Iðnaður. Atli að spila frábærlega hérna í byrjun. Kom með 12 stig drengurinn. Spila virkilega vel á báðum endum vallarins. Og Hjalti. Hérna í handoff við Orra. Orri sér köttið. Gengur ekki. Bjarki. Atli. Haukur í ristin, hann er stuttu. Boltinn út af. Þetta er blika bolti.
blikarnir, Matthías. Gegn Hauki. Hjalti á Jökul. Jökul sækir á Björn Skúla. Gengur ekki, Stjörnumenn komast inn í þetta. Björn Skúla aftur, dræfa til hægri. Hætti við, setja upp. Guðlaugur gegn Matthíasi, talsverður stærðar og þyngdarmunur þarna og hann notfærir sér það. Björn Skúli. 1-1 hérna, sækir á körfuna, já, þetta er villa. Og þetta er Inga sem Stjarnan á. Atli og Guðlaugur hérna, setur bara upp. Orri setur smá þrýsting á hann hérna, heldur hann vel fyrir fram að sig. Guðlaugur, kjötar hann, nær ekki að klára. Orri gerir nóg til þess að trufla skotið. Orri leggur á stað hér upp völlinn. Fyrir hérna endan á milli. Klárar! Karfa góð! Vel gert hjá Orra, mikið jafnvægi hérna. Gerði vel hérna á varnarhelmingnum að koma í veg fyrir að Guðlaugur kæmi þessum bolta niður. Þeir sá þess að bara frákastið og fór í ferðalag hérna strandan á milli. Kláraði og fær hérna vítaskot á Viki. Hvað dettur? Það er Haukur. Ekki Þóra Stjarnan. Stjörnumenn. Björn Skúli. Biður hindrun frá Atla. Sækir hérna til hægri. Skiptir yfir á vinstri. Snýr sér hérna í nokkra hringi. Atli kemur á köttinu. Nærði ekki. 8 á skóklukku. Björn Skúli. Verður að fara að koma upp skoti. Guðlaugur lætur vaða yfir Orra. Gengur ekki. Haukur sterkur í frákastinu og nær í villuna. Ofboðslega sterkur hann Haukur. Þeir eftir frákastinu, sækir villuna og gera Stjörnumenn skiptingu. Ragnar kemur út af. Benedikt Björgvinsson inn á og Breikarnir gera skiptingu líka. Logi liggur hérna við varamannabekkinn hjá Blikunum, sárþjáður. Vonum að hann geti komið meira við sögu, þetta lítur ekki vel út. Svona héðan sé allavega með það. 27-16, 11 stiga munur. Kemur... Nei. Fín vörn þarna hjá Hjalta. Stjörnumenn, innanæðingast, Benedikt. Sópaboltanum til hægri, já, dömpar hann inn á Haug sem er hérna gegn Jökli. Fer og kjötar hann og sækir villuna. Jökull ósáttur við þennan dóm, en held að sé yfir litlu að kvarta þarna. Staðan er 27-16. 6:34 eftir, 28-16. Og þeir taka sóknarfrákastið til seinna vítið. Benedikt. Þeir eru komin inn á Haug sem grípur þetta, nær ekki að halda honum inn á þó. Vel gert hjá Steingrim hérna, nær að þrengja að Haugi. Og þetta er Breiðabliks bolti. Marino kominn aftur inn. Jökull. Jökull gegn Guðlaugi. Kikkar hann út í horn, Orra í galopinn þrist, nær ekki að setja hann. Taka þó frákastið. Hjalti, erfitt skot, setur það. Vel gert hjá Steingrimi þarna, halda þessu lifandi. Og búa til stóðsendinguna þarna. Benedikt, út í horn, Atli, gott close-out frá Marino, gerir hann þetta erfitt fyrir, skygði vel á þetta. Og upp koma Blikarnir, 28-18. Orri.
gegn Hauki, reyna að sækja á hann snúinn í hann, vel gert hjá Abed Skúli, var mættur þarna í hjálpavörðina en brýtur af sér. Brýtur af sér. Og innkast sem að nei, 2 skot. 2 skot, 28-18, 5:50 eftir af öðrum leikluta. Gerir Orri, fyrra geigar. Orri kom með 6 stig. Falleg stigadreifing hérna hjá Blikunum. 6 menn komnir á blað, síðara víti hjá Orra. Gengur ekki. Koma Stjörnumenn, fljótur í böllin, Benedikt, kíkir á skotið. Já, lætur vaða yfir Orra, gengur ekki. Hjalti með frákastið. Kemur Jökull, Björn Skúli til varnar. Sækja dömbarunum inn, fallega gert hjá Jökli, setur hann á Hjalta sem að læddist þarna með frá endalínunni. Leið og hjálpavörðin kom, galopnaðist allt fyrir hann. Sölvi, gegn Jökli, reynir að sækja, kikkar hann út á Guðlaug sem að setur hann áfram á Björn Skúla. Gerir árás, snýsir við, klára með hægri, snirtilegt, smekklega gert. Líkarnir, 3-2 hérna, Orri, klárur! Vel gert hjá Orra. Góður í transition. Sterkur. Klárar þetta mjög sterkt. Fær vill að auki. Munurinn er 8 stig. Það er 30-22. Stjörnun í vil. Breiðablik búið að brjóta af sér 4 sinnum og Stjarnan 3 svar í þessum leikluta. Orri getur minkað þetta í 7 stig. Blikarnir að koma tilbaka. Orri búinn að brenna núna 3 vítum í röð. Stjarnan á þennan bolta. Stjörnumenn. Guðlaugur stillir upp. Björn Skúla, fær hann aftur. Guðlaugur. Reyna að sækja hérna gegn Orra. Gerir bara ágætlega að trufla skotið en Laugi setur þetta bara samt yfir hann. Mjúkur úliður hérna hjá Guðlaugi. 10 stegmunur. Jökull gegn Hauki. Það sér á aðeins svo mikið. Tapar boltanum. Benedikt fljótur að snúa vörn í Atti. Benedikt. Sækir. Frábær vörn þarna hjá Steingrími. Þetta er uppkast. Þetta er stjörnubolti. Vel gert hjá Guðlaugi að ná að þynga þetta uppkast. Stjörnumenn gera breytingu. Þetta kemur Haukur. Og við fáum hérna leikhlé hjá Breiðablik. 10 stigmundir. Tíðstæðleikur, 4:23 eftir og nú kíkjum aðeins á tölfræðina hérna og sjáum það að Stjörnumenn er að skjóta 45% í 2 stiga skotum og við erum 2 af 9 í þristum sem gerir 22%. Það meina Blikarnir eru 50% í tvistum en ekki búin að setja eitt einasta 3 stiga skot, 0 af 8 í þristum. Og þar fyrir utan eru Blikarnir búin að klikku 4 vítum, þeir eru 4 af 8 í vítum. Þeir eru mólar. Nú frákastabaráttan er tiltölulega jöfn, 21-19 fyrir Breiðablik. Munurinn liggur í töpuðum boltum hjá Breiðablik. Breiðablik búið að tapa 14 boltum sem hefur gefið Stjörnunni færi á að sækja hratt og refsa fyrir. Áfram höldum við. Stjarnan með boltan. Guðlaugur, kíkir á 3 stiga skotið, tekur það, stuttur. Hjalti með frákastið. Kemur Marino.
Jökull. Steingrímur þarna galopinn undir, hann tók ekki eftir honum, Jökull sækir þá bara til hægri, platar Björn Skúli upp á skónum og skilar þessu niður. Nú Laugi, fullri ferð downhill, fín vörn hjá Orra, en Benedikt ofboðslega duglegur í frákastunum, nær svo að dræfa hérna á Marino meðfram endalínunni, Atli í döngirinn og upp, Guðlaugur með þristinn, stuttur. Jökull, mikið hraði í þessu núna, Jökull með 3 í sér, finnur Steingrím sem skilar þessu niður. Kötta þarna frá endalínunni, vel séð hjá Jökli, Björn Skúli á vinstri í flóterinn, nær ekki að klára, Atli út á Lauga í galopinn þrist, setur hann. Koma blikarnir, Hjalti. Orri, hendur þá Hjalta aftur, svolítið hægt, pínu styrt núna hjá blikunum þessari sókn. Gerist það bestu bæjum, áfram gakk. Skipta blikarnir, undan fer Hjalti og Alexander kemur inn. Guðlaugur og sér Björn Skúla hérna undir og klárar. Fekk hérna hindrun á Hjær og vel séð hérna hjá Guðlaugi. Atli Guðlaugur og Stjörnumenn tæpir að ná stjórna þessu bolta. Orri gegn Birni, klárar. Guðlaugur. Finnur að sækja hérna, finnur að snúa. Finnur Björn Skúla uppi. Róður þetta niður, fær hérna hindrun frá Atla, sækir til vinstri. Wow, þvílík klárun, himinhátt af spjaldinu. Krulla þessu niður, 39-28, 2:12 eftir að fyrsta leikluta. Koma blikarnir, Alexander, lætur hann ganga út á Steingrím. Alexander fær þristinn, vill ekki niður, Atli með frákastið, Björn Skúli, snýrir sér sókn. Keirir áfram, út á Benedikt sem hikar ekki við skotið og setur hann! Einfalt, driving kick og svo vel gert hjá Benedikt þarna, duglegur komst inn í boltan. 42-28, eins og hendi sér veifaður, þetta orðið 14 stig. Leikarnir komið svo niður í 7 stig hérna á hann. Marino, upp með boltan, gegn Hauki. Orri. Lendir í smá vesinni, finnur Steingrím sem að sækja villuna, vel gert. Og Steingrím á línunni. Þurfa aðrir að stíga upp í fjarveru Loga í liði Breiðabliks. Logi farin inn í klefa í aðalhinningu. Við vonumst að sjálfsögðu til að sjá hann hérna í síðari hálfleiknum. Mínúta og 37 sekúndur eftir þegar að Steingrímur skilar seinna vítum niður. 12 stiga munur, 42-30 fyrir Stjörnunni. Guðlaugur ræðst bara til Atlegu, kikkar hann út á Benedikt sem er nýbúinn að setja þrist þarna og setur bara annan. Já. Frábær innkoma hjá Benedikt í þennan leik. Orri gegn Guðlaugi, sækir allilega á körfuna og klárar. Orri er búinn að spila fanta vel hérna í fyrri hálfleiknum á báðum endi vallarins. Kemur Bjarki fyrir Stjörnuna, kikkar hann út á Hauk. Lætur vaða, hann er stuttur. Tekur sitt eigið frákast, sækir allilega á körfuna og nær í villuna á Alexander. Haukur á línunni. Þetta var þriðja villan á Jökul sem að fær skiptingu. Áhyggjuefni við blikana. Hann kemur ekki meira við sögu í fyrri hálfleik. Enda mínúta eftir.
7 sekúndum betur, staðan 46-32 fyrir Stjörnunni. Haukur, síðara skotið stutt, vel stutt, Marino með frákastið. Koma blikarnir, Marino, veður bara upp hérna, fer hann bara alla leið, strandan á milli og klárar! Auðvelt. Lítil hjálp þarna í Stjörnuvörninni, vel gert hjá Marino. Kemur Atli, krossar í ára vinstri, kikkar hann út á lauga í horninu. Það held ég, þeir eru sjóðandi þarna í horninu, það vinstra horn að gefa. Gamli góði Gauja Skúla staðurinn. Kemur Mattias, sækir alla leið og feikar sendinguna, næri ekki að klára. Guðlaugur í baráttinu frákastið, hann hefur betur. Nú er í yfirtölu, Guðlaugur fer alla leið í flóturinn. Frábær vörn hjá Marino. En Haukur, Guðlaugur og skilar þessu niður. Kemur Mattias. Benedikt til varnar, Marino. Sækir til vinstri á Haug, aftur á Mattias sem fær hindrunina frá honum. Var með lína á körfunni, fikkur hann ekki. Orri gegn Lauga. Guðlaugur til varnar. Orri, smá vesen núna, högt. 3 sekúndur eftir, Mattias verður að fara í neyðarskot. Fær villuna! Sækir villuna á Benedikt sem var full ákafur þarna að mér sýndist. Og braut á Mattias í örvæntingarskoti leið og flautan gall. Og munurinn 17 stig, 3 mikilvæg víti sem Mattias fær hérna, setur fyrsta, getur sett þetta í 14 stig fyrir hálfleik. Það munar minna. Og dómarinn hérna eitthvað að tala saman hérna. Já, spurning... Nei, það er svo sem eftir góðu. Smá saumaklúpur þarna og allir glaðir. Mattias skilaði fyrsta vitinu. Já, það er ennþá 0,5 sekundur á klukkunni. Leiktíminn er ekki runnin út. Stjarnan er allavega einu neyðarskoti. Einni tilraun, einni Hail Mary. Í restina, Mattias með öll 3 niður. Stjarnan tekur leikhlé, já. Já, Guðmundur Snorri teiknar hérna upp fyrir sína menn. Snorri teiknar upp hérna fyrir sína menn. Hvað þið geta gert hérna við 0,5 sekundur. Nú atkvæðamestir í þessum leik. Bara sýna ykkur hérna hvernig stigaskórið er að dreifast. Sjáum við það að í liði Stjörnunnar fín stigadreifing þar, 5 menn komnir á blað. Það eru Björn Skúli og Atli með 12 stig og Guðlaugur með 10. Benedikt með 8 af bekknum og Haukur búinn að skila 8 stigum líka. Lið Breiðabliks hefur Orri verið að draga vagninn með 12 stig. Kemur Hjalti með 6 og Mattias með 5. Svo eru þeir þarna
Jæja, komið sæl aftur, kæra áhorfendur. Við erum búin að vinna í þessum smávægilegu tæknivandamálum. Vonum að þetta sé nú allt komið í lag núna. Mér sýnist þetta að vera bara í ljómandi fínu lagi hjá okkur núna. Biðjumst velvirðingar á þessu. Staðan hérna í Keflavík, 51-37 fyrir Stjörnunni í hálfleik. Smá update hérna af meiðslunum hjá honum Loga í Breiðablik, hann mun ekki taka meiri þátt. Það er búið að vefja hann hérna og kæla öklan því miður fyrir hann. Og verða Blikarnir að vera án hans í seinni hálfleik. Við erum komin af stað. Jökull sækir, reyna að finna Marino sem reynir að snúa hérna á Hauk, nær ekki að skila þessu niður. Haukur grimmur í frákastinu. Og kemur þessu í höndunum af Birni Skúla sem að vippar honum yfir alla veitina Bjarka. Haukur í seinni bylgjunni, nær ekki góð að tækja boltanum. Orri, Alexander. Jökull, Orri, Hjalti, þrýstur! Þriggja stiga Karva frá Hjalta. 11 stigamunur. Kemur upp Bjarki, reynir að sækja til hægri. Alexander gerir vel að loka á þetta. Kemur Guðlaugur. Björn Skúli. Metur það, tekur það, setur það í loftið og hefur ekki viðkomi í neinu öðru nema loftmótstöðunni einni. Blikar eigan. Koma Blikarnir. Marino. Dræfar þetta til vinstri, fyrir alla leið og klárar. 5-0 byrjun frá Blikunum. 51-42. Stjarnan sækir hratt, Björn Skúli. Sækir villuna, já. Og opbóðslega fljótur af stað. Já, Breiðablik. Koma hérna Guns Blazing, spurning hvort þið náðu stoppi hérna. Atli sækir gegn Marino fyrir á vinstri, kikkar hann út á Lauga í þristinn. Setur hann í andlitið á Orra. Jökull, Atli til varnar, hann er með hendurnar hérna út allt. Atli, þjófvottur, strákur. Alexander, hann sækir til hægri, flengir hann út í horn á Hjalta sem að frábær vörn Birni Skúla, nær snertingu á þetta. Guðlaugur, fer á ferðina. Blikarnir gerir hvað getur hann að hægja á honum. Það er bara ekkert létt að hægja á þessum strák. Fer bara alltaf leið á körfun og klárar. Svarar hérna þessu 5-0 áhlaupi í byrjun frá Blikunum með 5 stigum og eigin spýtur. Orri fer virkilega vel með boltan, fer alla leið og klárar. Geggjað jafnvægi. Ofboðslega áræðin. Ábæðlega gert hjá Orra. Komið með 14 stig. Áfram höldum við. Atli gegn Marino. Fer hérna hátt pick-up og fer og klárar. Vel gert. 58-44. Jökull gegn Atla. Atli stelur þessu á honum og Björn Skúli tekur þetta. Fer hérna í flóterinn yfir Orra og klárar. Huggulegur. Stjarnan pressar að venju og Hjalti ræður ekki við pressuna. Missir hann út af. Því er ekkert að svekja sig. Leikurinn heldur áfram. Það held ég. Kemur Stjarnan. 16 stigum yfir. 60-44. Björn Skúli. Marino til varnar. Sæsar hann upp. Snýr hann af sér. Út í hornið að Bjarka í þristinn. Stuttur. Marino duglegur með frákastið. Orri. Laugi til varnar. Skemmtileg rimma hérna þeirra á milli. Marino sækir á Hauk, gerir þetta bara vel, fer allalega á körfuna, nær ekki að klára en sækir 2 víti. Ofboðslega lúmst fljótur Marino. Sprengi í honum. Já, mæðir mikið á Blikunum núna að vera ekki með Loga með. Þeir eru þá bara með 8 menn til taks en ekki 9. Munar alveg hvern mann.
Marino skilar fyrravítinu og minkar muninn í 15 stig. Og Seiðara dettur ekki, Marino með 7 stig. Laugi keyrir upp böllin, Jökull. Og já, Guðlaugur fer bara og klárar þetta. Og Atli fer svo bara og stelur þessu. Einhverja hringi í lögregluna, Atli gjörsamlega stelandi öllu hérna. Steini léttara. Stjarnan nýtir sér það og skora og miskilningur, Hjalti sendur hann beinustu leið út af og Atli fagnar þessu. Leikhlé Breiðablik, 64-45, 19 stiga munur. Frábær kafli á Stjörnunni hérna. Kíkjum á svo Atla hérna. Atli kom með 14 stig, 5-7 í tvistum og hérna hefur ekki reynt eitt einasta þriggjastaskot. Komin með 3 fráköst, 3 stóðsendingar og 10 stolna bolta. Nei, þið heyrðuð ekki vitlaust, ég sagði 10 stolna bolta. Algjörlega frábær hérna. Og fyrir utan það hann búinn að fiska hérna 5 villur. Búinn að vera hérna, fylla hérna út í sína tölfræðalínu hérna og trufla hérna hverja sendingun og skotið á eftir öðru. Stigastur í liði Stjörnunnar er Björn Skúli með 17 stig. Þess að líka fínu nýtingu, 7 af 11 í tveggjastigaskotum og 3 af 5 í þristum. Og búinn að taka 2 fráköst og með 2 stóðsendingar með því. Nú skora Guðlaugur Heiðar, hann er með 14 stig, 8 fráköst, 2 stóðsendingar. Í liði Breiðabliks er þetta Orri að draga vagninn með samkvæmt hérna live-statinu 12 stig og 7 fráköst, 4 stóðsendingar. Og honum næstur í stigaskorun er þetta Marino með 10 stig og 3 fráköst og 1 stolinn bolta. Komum að stað aftur, Stjörnumenn. Björn Skúli í rosalega erfiðan þrist, gengur ekki, Haukur í frákastabaráttunni, en Orri sem kemur með boltan, finnur svo Hjalta sem 1-2 klikkar en Orri tekur frákastið og skilar þessu niður. Og ekki dæmt á þetta, Guðlaugur heldur í boltan. Já, reyndi þarna fiskaruningin, gekk ekki. Ekki segja að þetta er bara vel gert hjá Guðlaugi þarna ná fótunum þarna undir sig og komið veg fyrir að fá sér runing. Björn Skúli snýr þarna Hjalta af sér, nær ekki að klára. Marino ítir honum upp á Orra sem er 1-1 á móti Guðlaugi og Guðlaugur brýtur af sér. Bóstlega skemmtilegt að fylgjast með baráttu þessara tveggja. Þeir verða saman eru hérna í lokahópi U16 landsliðsins árið 2007. Orri og Guðlaugur á vellinum núna í þeim hópi. Haukur í Stjörnunni líka. Jökull Lotti. Þar er líka úr liði Stjörnunnar er það Björn Skúli og svo Benedikt sem situr á bekknum. Þessa stundina komur Stjörnumenn, 64-49. Stjörnumenn hérna, Atli tæpur að tapa boltanum. Guðlaugur fer í hendur hérna við Björn Skúla sem sækir þá Orra. Bömpar hann bara, fullorðinslegt, kjötar hann bara og klárar. Algjörlega unplayable stundum. Hann Björn Skúli, Marino gegn Bjarka, krossar yfir í vinstri, finnur svo Steingrím sem að hótar skotinu, fer svo bara í reverse og hægri og klárar. Guðlaugur þrýstir boltanum upp á Atla sem að tekur bara þristinn. Gengur ekki, Haukur að sjálfsögðu mættur í frákastið og fiskar villuna. Svo vinnusamur, grjótharður. Þeir svo stíg út í skáp, að reyna að boksa hann mann út. Gera Stjörnunarbreytingar, Bjarki kemur út af og Atli, nei, og Haukur. Inn að koma Benedikt og Þórir, nummer 13. 15 stiga munur, 5:34 eftir þriðja leikluta. Já, vel gert hjá Hjalta þarna, stelur sem bolta. Það fyrir hendurna á Orra hérna núna sem að sækir inn teginn til þetta ánum. Það eru 4 í kringum hann. Honum er alveg sama.
Hún er alveg sama, hann fer bara og klárar. Guðlaugur, 1-1 gegn Orra. Frábær vörn hjá Marino, fiskar runninginn. Geggjuvörn. Þrettán stiga leikur. Það er langt frá því að vera komið að sjálfsögðu, segir sig nú sjálft, en 13 stig þetta er fljótt að fara. Og Atli tæpur að stela enn einum boltanum. Marino. Hjalti. Tekur þristinn. Fer ekki niður. Steingrímur í frákastinu. Hirðir þetta. Og frábær barátta hérna. Þeir læsa saman höndum. Matthías og Atli. Frábær barátta. Og þetta er uppkast sem að Örinn bendir hér í átt Stjörnunnar. Þeir eiga hann. 5 mínútur eftir hér af öðrum leikluta, fyrirgefið þriðja leikluta. Björn Skúli kíkir, dræfar og klárar. Ofboðslega einfalt og vantar að alltaf hjálpa vörðina. Marino. Allt í gegnum. Kemur Hjalti. Hendur við Orra. Svolítið þröngt núna hjá Blikunum. 2 á sér. Finnur Hjalta. Orri, 10 sekúndur á skóklukku, mjög stift núna, hann fer í þristinn. Dettur! Orri! Í stöðunum. Atli. Vippbrónum minna alveg hotnan á millin á næst. Út á Björn Skúla sem sækir til vinstri, dregur kontaktinn og nær ekki að klára, en Atli með frákastinn er ekki að skila því niður. Matthías geysist upp völlinn. Það vinstra megin fyrir að Atli kom hérna á siglingunni og varði skotið, en hann var snerting í þessu og Breiðablik er að fara á línuna í 2 skot. (68:56), 4:07 eftir. Sýnist mér litla myndavélum okkar vera aftur dottin út hjá okkur. Við gerum okkar besta í að laga það. Sjáum hvað setur. Já, 68:58, 10 stiga leikur. Stjarnan yfir, falleg gappröfing hjá Byrni, nær ekki að skila þessu niður. Mikill hamagangur hérna, þessan bolta. Björn Skúli vildi fá eitthvað fyrir sinn snúð og dómararnir verða ekki alveg sammála hver eigi þennan bolta. Þeir taka bara hérna léttan saumaklúbb og leiðrétta þetta. Þetta er Breiðabliks bolti. Og alltaf ræða hlutina og lenda þessu. Þá hann bara rétta niðurstöðu. Treystum þessum herramönnum algjörlega fyrir þessu. Og kemur þetta löngsending fram. Hjalti fer bara í þristinn og aðeins og langur. Kemur Atli á Marino til varnar. Fer hérna í hátt pick-up og þetta er villa á Steingrím. Skilur ekkert í þessu. Stigahæstu menn vallarins núna er Björn Skúli með 23 stig hjá Stjörnunni og Orri kom með 23 fyrir Breiðablik. 5 leikmenn komnir á blað Stjörnumegin. 7 hjá Breiðablik. Fyrir að víti dettur hjá Atla. Seinna líka. Matthías. Þeir hendur hérna við Hjalta sem að sækir inn teginn, en frábærar hendur hérna hjá Birni, hann stelur sem bolta. Hann fyrir hérna, sæsar upp. Dettur ekki, tók hérna hella crossover. Náði ekki að klára. Koma blikarnir. Matthías.
Marino, sér Hjalta, aftur á Marino. 7 sekúndur á skóklukku, Marino fyrir alla leið og klárar. 10 stiga leikur. 70-60, 3 mínútur eftir hér að þriðja leikluta. Tími Guðlaugur, sækir bara alla leið nær í kontaktinn og setur það. Hann fær að dræfa hérna bara alveg inn í teig. Ná í bumpið og skilar þessu bara niður líka. Gert hjá Guðlaugi. Guðlaugur þá komið með 16 stig. Og 8 frákast með því. Getur leyst allar stöður á vellinum Guðlaugur. Nájá. Skilar vítinu niður. Blikarnir 13 stigum undir. Orri. Sækir á Guðlaug. Reynir að snúa. Það ekki. Eru umkringjan hérna. Mattias. Dræfa til vinstri. Á Hjalta í þristinn. Þessi dettur ekki. Atli með frákastið. Hann leggur á stað sjálfur. Vilja sækja hratt. Haukur kominn hérna undir. Fer bara alla leið. Nær ekki að setja Donni. Haukur hérna galopinn undir. Mattias. Orri. Marino. Kíkir á skotið. Tekur það. Ekki vildi þessi niður. Vel gert þarna á Steingrími og Hjalta í frákastabarðunni. Og aftur Marino. Fer upp. Frábær vörn hjá Hauki. Stóð þetta. Og Mattias hérna sömuleiðis. Mikil barátt hvern bolta. Allt eins og á að vera. Úrslita leikur. Kemur Hjalti út af hjá Blikunum. Jökull inn. Jökull á þremur villum. Eins og Alexander hjá Blikunum líka. Alexander utan vallar eins og er. Mattias. Benedikt til varnar. Orri. Sækja hérna, skiptir átt, sér svo, já, Atli kemst inn í þetta, hver annar, þjófurinn, sækir alla leið, klárar, Atli, Hrafn, Hjartarson, Marino. Hver var mættur þarna með hendurnar í boltan til þess að trufla þetta drive? Jú, Atli Hrafn. Atli Hrafn eftirlýstur í Kópavoginum þessa stundina. Það vera hérna algjörlega geggjaði varnarmegin og bara alls ekkert síðri sóknarmegin. Komið með 18 stig. Ellefu stolna bolta. Við erum í þriðja leikluta. Marino brennir fyrra vítinu. Síðara, sömuleiðis. Haukur með frákastið, endar í hendunum á Atla reyndar sem að flýgur bara af stað. Finnur svo Benedikt hérna út af þryggjastelínu, hættir við skotið. Bjarki í þröngri stöðu, reynir að sækja með fyrir endalínu. Finnur svo Sölva í skakkur. Mikil baráttu frákastið, þetta endar í höndunum á Mattiasi. Sem hann dræfa bara hérna á Sölva, fer bara alla leið og klára. Smekklega gert. Sölvi Kaldal, 75-62, mínúta eftir hér af þriðja leikluta, 13 stiga munur. Stjörnumenn verið með þennan leik í lás hérna nánast frá byrjun. Frábær byrjun hérna í fyrsta leikluta, skilaði þeim góðu forskoti. Blikarnir að reyna að grafa sig upp úr þessari hólu, gengur hægt þegar stjörnumenn eru hér að stela hverjum boltanum á fætur öðrum og sækja hratt í bakið á þeim. Benedikt, fyrra vítið er ekki og ný. Tekur eitt æfingaskot hérna. Eitt bónusskot. Og það síðara, æfingin marg borgar sig. Fáum við skiptingu, Benedikt
kemur að velli og Ragnar kemur í hann stað, Ragnar Páll Pálsson. Hér Bjarki að setja mikla press á Mattias, í smá vandræðum með konum inn. Jökull leysir þetta þó og Marino ber upp boltan undir pressu frá Sölva. Og Marino hérna sækir alla, sækir bara 1 og 4. Sækir villuna, kemur hérna eins og eimreið hérna inn í teginn. Og já, það ekkert eftirsóknarvert að verða fyrir honum hérna. Komandi downhill inn í teginn. Marino. Já, fyrir að víti leikur hún í. Vinalegt rúll hérna. Og síðan Marino. Nei. Og Haukur með frákastið. Grimmur. Skrefar í frákastinu. Já, þetta er rétt. Þetta er rétt. Haukur má samt eiga það. Hann er að berjast hérna hvert bolta á hvert einasta frákast. Það er að gefa helling til liðsins. Blikarnir, já, flott ingaskerfi, Jökull nær ekki að klára, vilt og villu, ekki dæmt, Atli geysist upp völlin, finnur Bjarka sem er hérna á hægri vængnum, 1 og 1 á Steingrím, róa þetta niður, Atli á Þórir, Þórir lætur hann ganga þetta lengra og frábært dræf frá Ragnari Páli. Þeir eru þetta meðfram endalínni, skiptir yfir í hægri höndin og klárar. 78-63, 15 stiga fórusta. Mattias gegn Hauki, hann er hraðari, nær að senda hann hérna á Steingrím sem er með 3 stiga skot í horninu, það er víðsfjarri. Atli með frákastið, keyrir upp völlin, er með menn með sér í horninu. Ragnar róar þetta bara niður, Atli fær hann aftur, kemur hérna með hann upp á topp. Fær hindrun frá Sölva og setur þristinn, sá er að spila vel, sá er að eiga leik hérna, Atli Hrafn. Geggjaður. Og munurinn núna 18 stig. Þetta er orðin ansi djúp hola sem Blikarnir þurfa að grafa sig upp og flautu þristur hérna í lok 3. leikluta. 18 stiga hola sem að Blikarnir þurfa einhvern veginn að reyna að grafa sig upp úr á 10 mínútum. Það er allt hægt í þessu. En þeir þurfa að gera betur að stoppa Stjörnumenn í þessu transitioni. Ofboðslega fljótur í völlin. Það held ég. Nú við minnum á að hérna veislunni er hvergi nærri lokið hér helgina þótt að þetta sé síðasti leikur dagsins. Við erum með þétta dagskrá á morgun sem hefst klukkan 10:30 í fyrramálið þar sem að í 10. flokki kvenna í annar deild mætast Haukar og Breiðablik klukkan 10:30. Nú klukkan 1 er það 9. flokkur karla, 1. deild þar sem verður spilað um Íslandsmeistaratitil þar sem að Keflavík og Stjarnan mætast. Svo klukkan 15:15 Njarðvík og Stjarnan í 9. flokki kvenna. Og svo ljúkum við helginni hérna 17:30 á morgun ungmennaflokkur kvenna þar sem að heimakonur í Keflavík taka móti sameiginlegu liði Vals og KR. Nóg framundan. Sjáum hérna Loga sem fór meiddur út af hérna áðan. Gríðarlegt svekkelsi að missa af stærsta leik tímabilsins. Árum við komin að stað aftur. Það eru Blikarnir sem að hefja leik. Mattias gegn Sölva. Dagur aftur á Mattias sem að reyna að sækja til hægri. Snýr svo bara falli. Óheppinn var búinn að vinna alla grunnvinnuna. Þið bara leggja hann onni. Nær ekki að skila þessu. Benedikt sækir Orra. Snýr sig við. Finnur Björn sem finnur Benedikt aftur, hann er hérna með Orra á sér, dræfar og Sölvi köttar hérna frá miðju, Björn
hótar skotinu, hætti við, 5 sekúndur á skotklukku, fer á vinstri höndina sína. Nær í bumpið, nær ekki að klára, hver er mættur? Haukur á Orra. Kíkar honum út á Sölva og hann stígur á endalínu, eða hliðalínu segi ég. Og þetta er Breiðabliks bolti. (81, 63), 18 stiga munur. Já. Koma blikarnir, Orri. Já. Tekur crossover yfir í vinstri höndina og dræfar og sækir villuna. Að fara á línuna. Mikið mætt á Orra í dag. Eðlilega. Orðinn svolítið þreyttur. Fyrra vitið er ekki á ný. Orri kominn hérna með 21 stig og 11 fráköst og 4 stóðsendingar. 6 tapaði boltar. En Blikarnir með 21 tapaðan bolta á móti 10 hjá Stjörnunni. Kynir síðara vítið. Setur það niður, 22 stig frá honum. Koma Stjörnumenn. Benedikt sækir á Dag, fer alla leið og klárar. Vel gert hjá Benedikt. Og Jökull tapar honum og Haukur nær að komast inn í þetta og sækir svo villuna. Dómarinn hérna eitthvað að ræða sín á milli. Þetta sé að ræða ásetningsvillu. Það sýndist nú svona frá mínum sjónundurinn sé að þetta var nú bara venjuleg villa. Já, það er nú bara niðurstaðan. Það veit ég. Það er hugsa sér alltaf tvisvarinn þegar menn taka svona fundi. Það er verið að ræða. Við erum komin aftur á stað. Benedikt. Degi. Sækir til vinstri. Fíblar hann upp en skrefar, já. Stjarnan jafnvægi aðeins. Mattias fikk Sölva. Kemur sér fram hjá honum og sækir sér bara allalega á körfuna. Á dömpur hann á Hjalta sem hann gerði vel að koma sér í stöðu en nær ekki að skila þessu. Og Blikarnir gera vel að komast inn í þetta og Mattias skila þessu niður. Frábært liðseffort þarna í vörðinni. 16 stiga munur. Guðlaugur. Reyna þarna að finna Björn í köttinu. Hjalti kemst inn í þetta. Mattias gegn Benedikt. Benedikt setur hann undir smá pressu. Sölvi í Hjalta. Hjalti skiptir yfir í vinstri höndina sína. Fer alla leið, kikkar hann út á Dag sem að ræðst svo á hægri höndina. Skilur hann eftir í Jökull. Brenna skóklukkuna. Brenna skóklukkuna. Átt á 10 eftir. Guðlaugur til vinstri, finnur Sölva í horninu. Skilur hann aftur á Guðlaug. Sem er á Björn. Biður hindrun. Fær hana hérna vinstra megin. Björn á móti Degi. Sæsar hann aðeins upp. Kíkir hvað hann hefur. Setur svo bara 3 stiga skot sem hann setur. Og ullar bara upp í stúku. Stingur bara tungun út og ullar. Sölvi brotlegur hérna í yngastinu. Gefa þeim engin grið hérna Stjörnumenn. Stíf pressaði hérna allan völl. Og kemur Dagur á velli. Alexander leysir hann af. Koma Blikarnir. 19 stigum undir, 7:40 eftir. Jökull á móti Birni, kemur hann á Hjalta. Orri vill fá hann þetta niðri, setur hann á Jökull. Jökull gerir árás, finnur svo Orra hérna í horninu í galopnu þrist. Hann er á langur og Sölvi tekur frákastið. Og Mattias brotlegur. Já, Blikarnir verða að setja smá þrýsting á það hérna.
efst á vellinum, taka smá sensa núna. Það var rauninni enga tapa, 19 stiga munur. Guðlaugur og Haukur koma út. Atli og Bjarki koma inn aftur. Benedikt á móti Matthíasi, finnur Björn. Góri gestur frá Hjalta, hann kíkir hvað hann hefur, næra sópunum hérna, kikkunum hérna út til hægra á Benedikt sem að tekur stepback þristinn. Bingo! Benedikt Björgvinsson. Blikarnir sækja hratt, Orri kemur upp. Já, vel gert hjá Birni Skúla, koma fæti í þetta. Og blikarnir skipta, Marino kemur hérna inn fyrir Matthías. 89-67, 22 stiga munur. Það þarf eitthvað rosalegt að gerast til þess að blikarnir ná að landa sigri hér og vera svona undir kontról hjá Stjörnunni. Marino, Hjalti, erfitt þrist. Já, þetta er aftan á hringinn, þetta er ekki og þetta endar í höndunum á Sölva. Svo kemur hann á Björn Skúla sem æðir að staðina. Með Jökul á sér, tekur alls konar fótavinur. Nær ekki að skila þessu. Jökull. Bjarki í honum. Já. Kemur þessu, nei. Björn Skúli bara hirðir hérna mólana, þeir dripla þessu bara í lappirnar á sér og Björn Skúli sækir villuna. Já, nú eru blikarnir aðeins farnir að hengja hausinn. Og hér er dæmd tæknivilla á Marino. Hann þá að fá sína 4. villu. Björn Skúli á línunni. Öryggið uppmálað hérna í fyrra vítinu. Og afsakið, þetta var 5. villan á Mari og tæknivillan. Þetta var hérna illa ígrundað og hérna svona pirringur og skilur svona liðsfélaga sína aðeins eftir hérna til þess að loka þessu, þannig að blikarnir eru orðnir ansi fáliðaðir. Skilur vel að þessi pirringur en menn fyrir að hafa smá skynsemi, gera góða hluti fyrir liðið. Maður nú kemur það ekki meira við sögu. Orri á móti Atla, kemst fram í honum. Stjarnan þéttir. Jökull, sækir á Sölva. Frábært baseline cut þarna frá Steingrími. Nær ekki að setja það en dregur villuna. 90-67. Steingrímur. Fyrra vitið, já, ætli ekki að segja bara loftkælingin sé of hátt stilt og vindurinn hafi feikt þessum hérna bara út í buskan. Víðsfjari, seinna vitið hjá Steingrími. Steinleikur. Já, 91-68. Koma Stjörnumenn. Þurfa nú ekki að skora marga körfur. Þess að bara loka þessu hérna. Spilaði miklum krafti. Benedikt fíblar hérna Orra upp á skónum og fer allavega og klárar frábær hreyfing og dregur villuna. Vá. Setti Orra hérna bara á skauta. Geggjur hreyfing. Og tæknivilla dæmd á leikmann númer 13 í Breiðabliki Hjalta. Nú eru blikarnir aðeins að missa hausinn. Það voru að taka tóku þeir leikli afsakið þetta. Mér fannst eins og hérna hann hefði gefið merki hérna tæknivillu. Jú, komið á töfluna. Spurning hvort það hefði tekið leikli áður. Sjáum þannig bara hérna beint eftir þetta leikli hvað verður. En ég er nokkuð viss að ég hafi nú verið að lesa handabendingarnar rétt að þetta hafi verið tæknivilla. Blikarnir með ekki
láta kappi bera fegurinn á ofurliði og þurfa að klára þennan leik með sæmd. En Stjarnan búið að spila algjörlega frábæra leikina. Ofboðslega mikil vinnsla, allt gert í botni, menn að spila fyrir hvern annan. En róðurinn þyngdist óneitanlega mikið þegar leikarnir mistu svona sín skæðasta sóknarmann, eða svona einn af þeim, þegar Logi snýr á sér öklan hérna snemma leiks. Enga síður sýnt mikla baráttu lið Breiðabliks. Erfið byrjun hjá þeim bjó til þessa forystu sem að Stjörnumenn hafa byggt á. Nú dómararnir eitthvað að funda hérna við ritaraborðið og fá þetta allt á hreint hérna. Miðað við uppstillinguna á mönnum hérna, þá nú eins og það sé ekki verið að fara að taka tæknivíti, en svona ekkert að afskrifa það. Ef við zoomum hérna aðeins inn á dómaratrióið á borðinu hérna og hér einhver samkoma. Nú já, við förum aðeins yfir hérna Atla Hrafn Hjartarson hérna, hann með 21 stig, ljómandi fína skotnýtingu, 63% í tveggja og 1 af 2 í þriggja. Hann komið með 7 fráköst, 3 stóðsendingar, 12 stolna bolta og búinn að fiska 7 villur með 39 framlagspunkta. Algjörlega sturlaðan leik. Björn Skúli með 28 stig og 5 fráköst og 2 stóðsendingar. Skínandi fínt. Og já, þetta var bara bull í mér. Það var leiklið hérna en engin tæknivilla. Það Benedikt sem að fer hérna í 1 vítaskot eftir að hann kláraði hérna vel á hann og dróð villuna. Skilar því niður líka. Ljómandi fínt. Benedikt kom með 18 stig. Alexander gegn Bjarka. Bjarki gerir vel að loka á þetta. Steingrímur lendir bara á vegg hérna Bjarka. Bjarki skilar svo á Hjalta sem á móti Sölva og Sölvi stelur á honum og með greiða leið upp á körfunni. Að koma hérna Jökull og fleiri. Vel gert á Jökli en þetta lendir í höndunum á Benedikt sem skilar sig heim. Koma blikarnir. Jökull. Hann að fara alla leið. Dregur hérna kontaktinn og klárar. Smá styrtarmunur hérna á honum og Sölva sem hann nýtti sér. Guðlaugur. Út á Benedikt í þristinn. Ekki niður. Guðlaugur nær að halda lífi á sig og Benedikt tekur mólana, dræfar inn í teginn. Alexander gerir vel að standa vaktina. Guðlaugur, þristinn, challenger, þristur. Hann segir takk fyrir mig, takk fyrir mig. Auðvitað. Kemur Jökull. Nei, Guðlaugur kemst inn í þetta. Nú eru blikarnir. Þannig að þetta hérna Atli fer bara hérna í huggulegt vinstri handa layup. 101-70, 31 stig. Það eru 5 mínútur eftir þessi leik. Bara spurning hversu stór þessi munur verður. Jökull, stepback þristur, víðsfjarri. Jökull gerir vel að halda þessu lífi en Bjarki mættur til að hirða þetta frákast. Atli, 3-2 núna, Benedikt. Nei, sendingin ekki nógu góð þarna hjá Atla og Benedikt stígur út af. Kemur Atli Hrafn út af dynnindi lófaklapp hérna frá stuðningsfólki Stjörnunnar og Ragnar Páll leysir hann af. Kemur Alexander, Benedikt til varnar. Alexander gerir vel að komast fram hjá honum, skilja hann svo eftir hérna fyrir Orra sem tekur þristinn. Þetta er ekki, Jökull í frákastarbaráttunni enda lendir í höndunum á Benedikt sem að róar þetta niður eða hvað, nei, sækir bara með frá endalinni, feikar að báðu upp, nær ekki að klára og Orri tekur frákastið og geysist af stað. Jökull messir hérna hægra megin, ákveður að nota hann ekki og Guðlaugur gerir vel að standa vaktina en þetta endar hjá Hjalta sem hann nær bara ekki að tróða þessu niður. Steingrímur þó
heldur þessi fyrir Breiðablik. Alexander, Orri, Hjalti, opinn þristur. Nei. Og villa dæmd á Alexander. Sem þetta að fá sína 4. villu. Og já, líkamstjáning Blikana segir svona sem allt sem segja þarf stöðun í leiknum. Það svekkelsi að koma í úrslitaleik og lendi áfællisnæma leiks og hérna vera komin hún í holu. Og Guðlaugur skilar fyrra vítinu niður. Og seinna stutt. Orri með frákastið. Og Ragnar Páll með fína vörn en nær ekki að ná taki á boltanum og Blikarnir eiga þennan. Mattías kemur hér og skiptir við Jökul og Dagur kemur og skiptir við Steingrím. Guðlaugur kemur af velli hjá Stjörnunni. Atli aftur inn. Mattías. Sölva. Dagur. Ragnar til varnar. Dagur sækir til vinstri, finnur Orra sem lætur hann ganga áfram á Mattías sem dragar með fram endalínunni. Er með Alexander í horni en Bjarki gerir vel að komast inn í þetta og Stjarnan snýr vörn í sókn. Og mikið barátta, Blikarnir gera vel, ná þessum bolta. Alexander finnur Hjalta sem fer allavega á körfuna, nær ekki að klára. Og villa dæmd á Alexander, sýnist mér, 5. villan hans. Sýnist mér. Já, 5. villan hans, nú er mega bara ekki fleiri fá hellast úr lestinni. Þeir eru með 1 mann á bekknum sem getur spilað að vera og hann er á 4 villum. Sölvi brennir fyrsta skotinu. Það síðara, það ratar rétta leið. 103-70. Mattías, fyrir með hend við Hjalta. Steingrímur. Ragnari. Mattías aftur, kíkir á þriggjastaskoti, lætur bara vaða. Þetta er ekki. Sölvi. Sendingin stutt þarna, þeir halda þessu þó innan liðsins. Orri notar löngu hendunni sína til að komast inn á bolta. Og villa dæmd á Sölva. Og Blikarnir eiga innkast. Stjörnum að gera breytingu. Afsakið Þórir hérna með 13. Fyrst velveringur á þessu. Hann kemur og skiptir við Hauk. Orri. Hauki. Bjarki freistar þessa trappan. Mattías út í horni á Dag sem fær hérna galoppi skot. Þessi er skakkur en Steingrímur duglegur í frákastinu en Haukur mættur. Og hér er dæmt uppkast sem að Stjarnan á þá boltan samkvæmt örinni. Og nettur pirringur hérna Breiðabliksmegin í stúkunni. Ljái þeim hver sem vill. Kemur Bjarki. Steingrími, hann dræfar bara allavega á körfuna. Sækir kontaktinn, já, villa á Steingrím. Bjarki þá á leiðin á línuna í 2 skot. Bjarki stiga laus, getur bætt úr því hér. Og kemur Orri út af, það er hérna klapp frá stúkunni frá sínum stöðunum sem er mótstöðunum sem er Stjörnunar. Hann er búinn að eiga hérna alveg ljómandi leik. Verið stoltur af sínu framlagi hér í dag.
Bjarki setur það. Setur bæði. 105-70, 35 stiga munur, 2:20 eftir þegar Matthías kemur upp með boltan fyrir blikana. Sörfið með boltan, full mikið drift kannski, erfið staða, kemur þessi hendan og Hjalta sem með þriggjastaðskot í horninu og setur það. Kemur Björn Skúli, hann doppeltímaður hérna og Stjörnumenn halda þess innan liðsins. Bjarki. Haukur með Dagnir á blokkinni, nær ekki að klára. Matthías með frákastið. Hjalti. Sölvi til varnar. Vel gert hjá Hjalta, frábær hreyfing og vel klárað. Virkilega vel gert þarna hjá Hjalta. Björn Skúli. Þristur. Nei. Sölvi gerir vel að halda þessu út á Ragnar. Björn Skúli. Já, skrifar sínist mér. Já. Leit þannig út allavega. Dómararnir mátuðu það sem svo líka. Kemur Bjarki út og Björn Skúli. 1:29 eftir. Og nokkuð ljóst að Stjörnumenn munu fagna sigri hér. Matthías allarlega á köruna. Dettur ekki og hann var út af þegar hann kom í boltan. Stjarnan á hann hérna. Benedikt. Já, smá misskilningur og Sölvi stígur út af. 1:10 eftir. Bara formsættir að klára þennan leik. Spila út tíman. Halda haus. Steingrímur fær hann aftur á Dag. Dagur. Á Matthías. Matthías dræfar hérna til vinstri. Hættir við. Finnur Dag aftur. Ragnar til varnar. Matthías. Svolítið þröngt og gengur lítið hjá blikunum núna að finna opnanir. Dagur, köttar, en það er Sölvi mættur til að þrengja á honum. Dagur fer í skotið af spjaldinu, ekki á ný. Dagur tekur frákastið, Jökull í þristinn, hann er opinn. Dettur ekki, Haukur Ríksson dettur. Atli, fyrir hendur fyrir Sölva. Sölvi dræfar hérna á vinstri höndunum sína, fer allavega á körfuna, fín vörn þarna, en það er ekki nóg, hann klárar þetta. Andgætisvarnar leikur þetta samt, handunum fyrir fram að sig, hann bara gerir vel að klára þetta. Og 30 sekundur tæplega eftir. Blikarnir komið í sína síðustu sókn væntanlega. Hjalti gerir bara ágætlega að komast framhjá, en boltinn hefur viðkomið í Stjörnumanni og blikarnir hér yngast undir körfunni. Og Jökull Matthías, það er svona bara að fjara út hérna. Hjalti, hann getur komið upp einu loka skoti. Jökull, nei, skóklukkan brennur út og þá reiknaði nú með bara að Stjörnumenn dribbli hérna út síðustu 5 sekúndurnar. Það held ég. Stjörnumenn Íslands meistarar í 10. flokki karla 2023. Virkilega vel að þessu komnir. Þeir eru þá handhafar. Þeir eru bikarmeistarar, þeir eru Íslandsmeistarar, þeir eru Scania-meistarar. Bara meistarar. Innilega til hamingju Stjörnumenn og sömuleiðis vel að verki staði Breiðablik, frábært tímabil hjá þeim. Súrt að tapa hérna úrslitaleik, en þetta er allt reynsla í bankan. Nú tekur við verðlaunaafhending og hér er bara verið að taka orminn hérna og fagna og alls konar læti og gaman og það er bara geggjað. Það er bara geggjaður ormur. Það fá bara endursýning á þessu. Já.
Þá lítið annað eftir en að veita velun hér. Til hamingju Stjarnan. Við ætlum að fá bæði liðin. Nú ef við pælum aðeins í manni leiksins þá held ég að það sé erfitt að líta fram hjá Atla Hrafni Hjartarsyni með 23 stig, geggjaða skotnýtingu og 7 fráköst, 3 stóðsendingar, 12 stolna bolta, 1 varinn, 41 framlagspunktur. Takk fyrir. Það var svona fremstur meðal jafningja. Björn Skúli var stigaðastur, 28 stig, 7 fráköst, 2 stóðsendingar og 2 stolnir. Við ætlum að byrja að veita verðlaun fyrir annars sætið. Guðlaugur Heiðar með 21 stig, 9 fráköst, 2 stóðsendingar, 2 stolnir og Benedikt Björgvinsson með frábæran leik líka, 20 stig, 7 fráköst, 2 stóðsendingar og 2 stolna og 2 varða. Kom hérna bara gríðarlegum krafti strax í fyrstu skiptingu. En ef ég ætti að leggja peninga á þetta fyrir maður þessa leiks þá myndi ég setja þann pening án þess að hika á Atla Hrafn Hjartarson. Það verður að veita silfurverðlaun Einar Hannesson fyrir hönd KKÍ og Dominika Smilka, leikmaður meistaraflokks Keflavíkur. Gíðum að sjálfsögðu Breiðablik, gott klapp, flott lið og súrt að taka við silfri en það samt áminningum frábæran árangur. Annað sæti, geta verið stoltir af sjálfum sér. Þá hér að veita stjörnumönnum gullverðlaun. Hver á eftir öðrum. Atli, Haukur, Bjarki, Þórir og Benedikt, Sölvi. Og svo framvegis. Þjálfarateymið þarna líka segir þetta hér. Snorri Örn gera flotta hluti með þessa stráka, virkilega vel spilandi lið. Já, þá komum við að veita verðlaun fyrir mann leiksins og dómnefndin var nokkuð einhuga í því máli. Sá leikmaður með 41 framlagspunkt, 12 stolna bolta sem ég held að sé nú einhvers konar met og 23 fráköst. Það Atli Hrafn Hjartarson. Já, kemur ekkert óvart þar. Atli Hrafn, vel að þessu kominn, frábær leikur í honum sem á öllu liðinu. Við þurfum að taka við bikarnum úr hendi Dóm. Til hamingju Stjarnan, Íslandsmeistarar 2023. Á þökkum fyrir daginn og eitt gott kvöld. Það held ég. Við förum að ljúka þessu með þessum myndum hérna úr Blúhöllinni í Keflavík. Stjarnan Íslandsmeistari í 10. flokki karla 2023. Ég heiti Sigurður Friðrik Gunnarsson, búinn að vera með ykkur hér í dag ásamt Sveini Ólafi Magnúsinni sem var lýst í hérna fyrstu 2 leikjunum og ásamt Fríður Föruneyti, tæknimaður og stjórnandi útsendingar Einar Þór Björgvinsson og á myndavélinni voru hér Arnar Freyr Elvarsson, Týr Kristjánsson, Hermann Sigurðsson og Hinrik Sveinsson. Fyrir hönd Keflavík TV þakka ég kærlega fyrir okkur í dag. Sjáumst á morgun.
Ég sé að þú ert ekki með aðtepp. Hvað er þetta nú til að senda út, streym út á? Er það þessi alien hérna sem er að gera það? Þetta er bara hljóðið sko. Það er ekki. Ég sá bara að ég er eitthvað eins og